Og ég datt mér nú þetta í hug. Sko, þetta var transferina og ég gef upp hérna og hérna voru 3 díóður sem við höfum hérna til að hækka spennunum á beisinu hérna svona og hér var þéttir. Þetta er flókið rásmaður og hérna var svona liði hérna svona og hérna var komið þéttir líka og þetta er spóla hér svona og hérna var liði að snerta og hér er eitthvað viðnám og hér er eitthvað ljósdíóða svona og svona og hérna er eitthvað viðnám svona hérna. Þetta hér er cirka rásinn og þetta er það sem ég gefið upp og svo spyr ég ykkur hérna ég spyr ykkur hér ef það eru 2,6 volt yfir hérna yfir þetta viðnám hér hver þarf spennan að vera hérna svo hann drífi hér í gegn transistorinn og hér er 0,7 volt 0,7 það er betra að skilja þetta við tekum þetta stíðinu upp hérna er ykkur óþekkt spenna hérna hér, spurningamerki hér eru 3 díóður inn í beisin hérna svona hérna og svo kemur transistorinn hérna og hér er beis yfir til díóður hérna svona og svo viðnám með hérna svona hérna og við vitum að hér eru 2,6 volt 0,7 spenna hér þessi spenna pluss þessi pluss þessi pluss þessi pluss þessi jafnt og 5,4 volt og hérna munið hvernig þetta var að skópið hlóðst upp hérna svona og svo fór það niður og svo fór það aftur hérna og hlóðst upp hérna punkturinn hér er sem sagt hérna núllið er 5,4 volt þetta var cirka svona hjá okkur þarna í þessari tilraun þannig að þetta er dæmi 1 í þessu dæmi hérna hver er spennan hér ef hér eru 2,6 volt hér yfir hvað það spennan hér að vera há til að drífa hér í gegn og þetta er svarið hérna 5,4 volt rásin er svona ok næsta spurning það getur verið á dottið í hug þar sjá hvað þarf viðnámið R4 það er hér að vera stórt já ef leddið hér þetta er ljósdíóða hérna við viljum hafa 2 volt yfir hana og 20 milliampere hver stórt er viðnámið hér hérna upp eru pluss 12 volt ok hvaða spenna er yfir þetta hérna viðnám hér eru 12 volt og hér eru 2 volt hvað spenna hér yfir 10 voltna ef að hér eru 20 milliampere hérna leddið hvað straumur er hér hvaða straumur er í gegnum viðnámið R4 og hér er R4 sami já sami þetta er ræðtend rás ef 20 milliampere eru hér eða hér þá er það líka hér þannig að R4 er jafnt og U deilt með I jafnt og 10 volt deilt með 0,02 ampere þetta eru 20 milliampere jafnt og 400 ohmhegi þetta þurfum við að hafa alveg á hreinu okkar þetta þurfum ofta að tengja ljósdíóðu við einhverja spennu og reikna út viðnámið sem við þurfum að setja í rásina þetta er praktískt dæmi þetta hérna og svo byrjum við að tekna flyback-díóðu og útskýra bara hvað hún gerir hérna er spóla með malmkjarna og þá er flyback-díóða það er díóða í hindrunarátt svona þannig að plúsin er hér hann fer ekkert í gegnum hana hann bara gerir ekki neitt þegar transistorinn hættir að leiða rífur þá snýst spennan í spólunni við hér er fullt af afli hér er segulsvið og segulinn hann hverfur ekkert þannig hér er fullt af afli í henni og þetta er kallað lensflagmálið þá snýst spennan við gefur plús hér upp og sem að við höfum verið að setja þetta kveikja á spólunni hérna svo slökka á henni hérna
Það kemur stór plúsin upp, það er langt inn upp, mörg 100 volt, getur farið með móti volt og niður aftur. Og sá púls, hann leggst hér á neti, sem að hér sé tengt kannski 12 volt við einhverja tölvu í þetta, og þið rústið henni. Þessi púls, hann stútar öllu búnaði sem tengdu við þetta. Þannig að flyback-díóðan, hún étur flyback-púlsinn hérna, sem kemur upp. Þannig að svona tekniði flyback-díóðana og textinn hérna, flyback-díóða eyðir flyback-púls. Það er svarið. Eða étur hann. Og svo spyr ég hér, eða renna 26 milliampere í kollektorásinni hérna, ef að hér eru 26 milliampere og HF-ið er 40, hver er beistraumurinn þá hér? Og þetta er einfalt mál, mögtunni 40, þetta er 26, þá er 40 sinnum minna hérna á beisinn, þannig að IB, hérna, IB er jafnt og IC deilt með HF jafnt og 26 milliampere deilt með 40 og hérna fáið ykkur beistraum 26 deilt með 40 0,65 milliampere 0,65 milliampere er beistraumurinn hérna inn ef hér eru 26 milliampere og mögtunin er 40. Og svo spyr ég að lokum, hvort eru snerturnar í áferðteikninguna, normally open eða normally closed. Og reglan er þessi, á teikningum, öllum teikningum af liðum, þá eru þeir alltaf teiknaðir þegar það er engin straumur í spólunni. Þannig að rásinn hér, hún er teiknuð sem sagt, þegar hér er 12 voltinn og það er ekki búið að setja þau á. Rásinn er sem bara dauð. Og þá er þetta opnar snertur og þær eru normally open. Það eru teiknaðar hérna normally open. Ef það verið lokað, þá er það normally closed. Þið vitið að snertur í liðum, það liggja alltaf í annan pólinn, sem bara svona, hérna er spólan. Það þurfa alltaf, það liggja, hér er common hérna, C, common, og hérna er normally closed snertan, og hér er normally open snertan, eða póllinn. Og svo fer það svona á milli, það kemur rafmagn á hana, þá fer hann yfir. Þannig að við notum þetta hér og hér. Svo það kemur rafmagn á hana, þá fer hann yfir. Þannig að þetta er normally open snerta og normally open snerta. Báðar normally open. Og hér teikna ég upp 4 þetta. Fyrsti er þessi gæi hérna. Þetta er EMO-svettin hérna. Þessi er langalgengastur. Hann er svona. Næst teikna ég jóðfett. Hann er svona. Og næst kemur DMO-svett. Hann er sem sagt svona. Og þið sjáu ekki mikið mun á þessu. Þetta eru gjör ólíkir transistorar. Og hérna er svolítið IGBT. Og hann er sem svona. Og þessi fer inn á base og transistorina. PNP transistor. Þetta er svona, svona og svona. Þarna. Þessi hér heitir EMO-svett. EMO-svett. Þessi heitir jóðfett. Þessi heitir DMO-svett með D. DMO-svett. Þetta er IGBT. IGBT. Isolated Gate Bipolar Transistor. Og skautin á þeim heita, hérna, gate hérna, gate drain hér, drain source hérna, source. Gate drain source. Gate drain source. Gate collector, emitter. Þetta er blanda MOSFET og transistor, gammaldags BOT. Við köllum hana gamla hérna. Þetta hér heitir BJT, collector, þið munið þetta, emitter og base. Þessi heitir BJT, hann er búið til 3 svona kubbum úr silikoni.
B fyrir bi, 2, það eru 2 samskipti, bipolar junction, það er 2 samskipti transistor, bipolar junction transistor. Það er sem gamli hérna. Og ég spyr ykkur, hverjir þeirra leiða án þess að komi merki á geitið? Ef að geitið hér er skamhleypt hérna, svona hérna, að þeim öllum, hérna yfir í sorsið, hérna í sorsið, hverjir leiða þá? Þessir 2 leiða. Það sem er svona heil lína hérna, þess að þið getur farið þokkar með straumin hérna, digg, 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 þessi leiðir alltaf, digg, 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 þessi líka hérna. Þau eru þetta mínuspennu á geitin hér, svona hægt að leiða. Bara venjulegu ástandi, ekkert merkilega geitið, þá leiða þeir bara. Þessir leiða ekki hér. Þetta hér er bara MOSFET, þannig líka hérna MOSFETinn, og hér þarf að koma plús á geitið, svona leiði. Og spurningar þar eru, rétt nöfn hérna, þau eru komin hérna, hverju fara hlut að leiða án spennu, og skrifa nöfn í hlutana, það verður þá JO-MOSFET og D-MOSFET, þeir leiða án spennu á geit. Hvernig spennu þarf hún á geit til að stoppa því leiði, mínuspennu á bæði geitin. Og hvað heita þeir sem að leiða ekki ná að fá spennu, það er E-MOSFET og IGBT, þeir þurfa plússpennu á geit svo þeir fara að leiða. Og hvernig spenna þarf að fara á geiti svo þeir leiði, plússpenna. Og þeir hlutir, eða þeir íhlutir sem leiða, það er að segja MOSFETinn og IGBT-inn, ef við tökum spennuna af geitinu, hætta þær þá að leiða, já eða nei? Og svarið er já. Þegar að plúsinn fer af geitinu, þá hættir hann að leiða. Það heitir styrt honum, eins og sem hérna. Og svo spyr ég ykkur, hver er megin munurinn á MOSFET-unum og BJT-unum hérna gamla? Og munurinn er þessi, þessir allir 4 hér uppi eru spennustýrðir. Spennustýrðir, þessi hér er straumstýrður. Straumstýrður. Það er að segja straum jafnt og IB, straumur í base. Það fer engin straumur inn í geitið. Geitið er einangrað með plastfilmu, oxídlagi, það eru óið hérna, metal oxide hérna, óið er þetta plastlag hérna. Og það verður engin straumur inn í geitið. Bara rafsvið hér í kring, rafsvið í geitið sem að dregur rafeindir að geitinu hérna og hann fer að leiða. Rafsviðstýrður eða spennustýrður, allir 4 hérna, spennustýrður. Og þessi straumstýrður. Þetta verður að vita. Ok? MOSFETar, búið. Þið bara kveikið á vídeóinu, skoðið þetta, finnið eða á netinu, googlið þetta, finnið bjargið ykkur. Það er langt mikilvægt að þið getið, að þið kunnið að leita að svörunum. Þið getið ekki munað allt. Svona.